Nokkuð sannfærandi gegn Hrunamönnum og Kormák og Keflavíkur stúlkur unnu 3 leiki sína nokkuð sannfærandi gegn Grindavík, KR og Haugum. Þá allt til reiðu og okkur ekkert af vanbúnaði. Dómari leiksins Halldór Gerjansson og Rúnar Birgir Gíslason. Það Njarðvík sem nær boltanum og hefur leik. Langur tvistur með annan fótinn línuna, hann vill ekki og Keflavík tekur frákastið. Ágætt spil, ekkert óbýr hafðarfleipin og þær stilla þá bara upp í sókn. Og góð hreyfing hérna og karfa hjá Emilíu. Það vel gert. Njarðvíkur stelpur í smávandrum boltan en á að bjarga sér. Keflavíkur stelpurinn að spila stífa vörn hátt upp á velli. Þarna var ágætis leikflétta hjá Njarðvík en Snjólaugur gekk ekki að setja boltann niður því miður. Keflavík kom með í sama kerfi og nú síðast setja boltaskrinum á toppnum og annað gengur ágætlega hjá þeim en þær eru ekki að finna neina opnun. 3 staða skot sem hittir ekki neitt og skotklukka rennur þá út. Fínasta vörn hjá Njarðvíkur stelpum hana. Þær héldu Keflavík fyrir fram en svo gáðu ekki færa á sér. Það endaði með 3 staða skoti þegar skotklukkan var renn út. Keflavík pressar hátt á vellinum aðra mann. Björk leysir þetta ágætlega. Hins vegar vel gert hjá Elfu sem stal svo bara boltanum. Hraði flöppi á Keflavík og 2 stig hjá Svangvíð. Það eru mjög aggressívar varnarlega Keflavíkurstelpur. Við sáum þetta í gær mitt í 10. kvenna. Það hins vegar gekk Haukastelpum mjög vel að leysa pressuna. Við sjáum hvernig þetta gengur svo hjá Njarðvík þegar líður hans á leikinn. Það er þessi taugaspenna sem að lætur oft til sín taka. Villa á Svangvíti hjá Keflavík. Þetta er fyrsta villa leiksins. Birta sótti á hann og Svangvít þurfti að brjóta. Það eru mjög grimmar, mjög hreyfanlegar Keflavíkurstelpur og Njarðvík er í smá vandræðum að koma boltanum á þá staði sem hann þurfa. Nú 10 sekúndur á skotklukku. Fín hreyfing hérna. Náði ekki nýta sér eins og þar. 3 staða skot hjá Snjólaugu. Það er stutt og fer svo undir stöðurnar. Það er Elva sem kemur upp með boltan. Það er missan út af. Emilía náði ekki alveg valda á boltanum. Elva er að spila hörku vörn hérna. Fín redding þarna hjá Ásu. Elva stal boltanum og var komið layup en Ása náði að slæma hendinni í boltan og slá hann út af. Stoppa þannig layupið. Glæsileg vörn. Ása með vari skot og Njarðvík nær frákastinu. Njarðvíkurstelpur eru í smá vandræðum með að leysa þessa boltapressu. En það er þannig að þarna er árekstur. Réttilega ekkert dæmt. Og Keflavík dæmt uppkast á Keflavík á boltan og Njarðvík tekur leikli. Það er oft þannig þegar það stíf boltapressa þá opnast ekki pláss fyrir aftan en það er ekki alltaf sem að lið ná að nýta sér það og Njarðvíkurstelpur hafa ekki fundið alveg lausnina við þessu. Keflavíkurstelpurnar liggja alveg í boltamanninum og gefa lítið færi á sér. Við sjáum hvað þjálfari Njarðvíkur, Lárus Ingi Magnússon, leggur upp með í leiklífunu. Varnarleikur hjá Njarðvík hefur verið með ágætum en
þeim gengur illa að finna leiðina körfunni. 2 löng stökkskot sem hafa ekki farið á ný og tapaði boltar. Njarðvík með 3 tapaða bolta á fyrstu 3 mínútunum. Það getur reynst dýrt ef að þeim tekst ekki halda betur boltan. Liðin tilbúin. Njarðvík kemur út í 2-3 svæði. Það vantar aðeins að reyna að hægja á leiknum. Frábærlega spilaði á Keflavík. Glæsileg sending hjá Svanhvíti. Og það var Telma sem setti Doni. Njarðvík er ennþá í smá vandræðum með að koma boltanum upp, en vel leyst þarna. Og svo 1 stökkskot í viðbót. Góð barátta. Elva er út allt. Með hendur í flestum boltum og fer fyrir Keflavíkurliðinu með mikill á góðri baráttu. Þarna er Emilía sem að næri að slá boltan út af áður en Njarðvík grípur hann. Það er ljóst að ætla að seljast í dýrt hérna strax. Það er ekki að gefa færa á sér. Stólinn bolti. Það er hún Telma. Finnur Elvu. Þær halda áfram að hlaupa. Engi karfa. Hins vegar. Það vill á Karen hjá Njarðvík. Þetta var vel hlaupi á Keflavík, þær héldu bara áfram. Opinn tvistur, gott skot hjá Svanhvíti, setti þetta beint onni og galopinn bara í innkastinu. Njarðvík stillir upp stók. Það gengur illa að finna opinn færi nema langt frá körfunni. Það er 3 stiga skot. Það hefur ekki ennþá tekið skot inn í teig. Öll skotin þeirra eru langt fyrir utan teig. 3 stiga skot er löng 2 stiga skot og þær þurfa að finna einhver leið á körfunni. Þær þurfa að brjóta Keflavíkurvörnina niður með einhverjum hætti. Staðan orðin 8-0 fyrir Keflavík eftir 4 mínútur. Þriggja skot á Keflavík. Þær finna opinn skot mjög auðveldlega og eru að komast á körfunni þessa milli. Hér er svo sóknarfrákasti og Emilía setur 3 stiga skotið. Emilía kom með 5 stig af 11 stigum Keflavíkur. Það er að spila bara vel. Eins og allt Keflavíkur leiðir reyndar. Það skal ekki tekið að þeim. Kristrós næst búinn að hirða boltan hana. Góð barátta. Þær koma miklum efasemdum greinilega í hausinn hjá Njarðvík. Þær eru hræddar alla bolta, þær hræddar alla sendingar. Þær þora vart að dribbla eða varnarmaður í þeim. Þetta hefur áhrif. 3 stiga skot. Kristrós með 3 stig. Staðan orðin 14-0 fyrir Keflavík. Vel leikið þarna. Þarna gera þær vel. Það var Björk sem náði að spinna sig í gegnum vörnina og auðveld 2 stig á Karinu sem lagði boltan ofan í. Það þurfa að finna þessa leið í gegn vörnina og fá þessar auðveldu körfur. Þetta verður of erfitt öðruvísi. Og enn eitt 3 stiga skot. Það eru sjóðheitir hérna. Þetta var hún Elva. Elva Hallsdóttir með 3 stig. Hún að leika fanta vel.
spila frábæra vörn. Sterk hreyfing hérna. Ása sótt af krafti á vörnina og fær vill á Emilíu. Þær eru ekki að fara að skora mikið eða þor ekki að sækja þær. Þær verða að vera grimmar. Þær þurfa að sækja á körfuna, þurfa að sækja varnarmanni sinn og þurfa að búa til pláss fyrir aftan. Það verða hérna speysa völlin almennilega. Ása með 2 skot, fyrra skoti fyrir niður. Seinna skotið af staðan 3-14. 3-17 fyrirgefið, 14 stöðmunir. Keflavíkurstelpur leggja greinlega upp með að sækja mjög hratt, vera snöggar upp völlin. Þeir eru að tæta sig í gegnum svæðisvörnina. Þeir kom boltanum upp á hægpóstinn. Og Njarðvíkar ekki að ná að dekka svæði fyrir aftan þegar að mæta boltanum. Skotið hitt ekkert. Keflavíkurstúlkur skynsamar í sínum aðgerðum. Það sækja hratt ef það er ekkert opið eða auðvelt. Þá halda þær áfram að leita og spila bara sókn. Þetta var fallega að spila og góð sending hérna hjá Thelmu. En Svanhvít náði ekki nýta sér að. Thelma hins vegar náði svo boltanum. Þær halda því áfram sókn og setja svo stutt tveggjastaðaskot. Það spila gríðarlega vel saman sem lið. Mjög þolinmóður. Liggur ekkert á greinilega. Njarðvíkurstelpunum gengur mjög illa að setja skrín. Það eru ákveðnar hlaupalínur en ná ekki að hitta varnarmennina fyrir. Þarna var Elva enn einu sinni með hendur í boltanum. Keflavík fær boltan. Þriðja uppkasti sem endur leiknum. Frábær þetta. Thelma er að senda boltan frábærlega þarna í kringu teginn. Klárar mjög vel. Fer mjög vel með boltan þarna þegar hún fær hann. Finnur opna samherja eða sækir af miklum kraft á körfunni og koma 8 stig. Tíunda stigið, and one, stórleikur hjá Thelmu. Frábærlega gert. Fyrst fram. Og það er Hulda sem braut á henni. 1 víti að auki. Staðan 3:25 fyrir Keflavík. 3 sekúndur eftir, sóknarfrákast. Hún Katlarún sem tók sóknarfrákast en það vildi ekki niður. Keflavík leiðir því 3:25 eftir fyrsta leikluta. Fyrir með þessi yfir tölfræðina. Thelma er víst með 8 stig, ekki 10. Jú, fyrirgefið. 10 stig hjá Thelmu, frábær fyrsti leikluti, 3 fráköst, 2 stolni boltar. Emilía Ósk Gunnarsdóttir með 5 stig, frákast, stóðsendingu. Það er að fylla út tölfræðiblaðið duglega Keflavíkurstelpurnar. Lilja Ösp, fyrirgefið, Svanhvít Ósk Snorradóttir með 4 stig, 3 stóðsendingar. Elva Falsdóttir, 3 stig, 2 stóðsendingar og 3 stolni boltar.
og Kristrós Björk Jónasdóttir 3 stig. Karin Rós Smáradóttir hefur skorað 2 stig fyrir Njarðvík. Ása Böðvarsdóttir 1 stig. Það sem meira af þessum 25 stigum eða af þessum 25 stigum Keflavíkur hafa 12 þeirra komið eftir stoðsendingu. Það virkilega vel gert. Allar körfurnar þeirra í fyrsta leikluta hafa komið eftir stoðsendingu. Sjáum hvað setur. Vonandi finnur Njarðvík eitthvað svar við þessu. Það þurfa að gera betur. Njarðvík sem byrjar með boltan. Keflavík heldur uppteknum hætti. Það er Indiana Dís Arnarsdóttir sem nær að slá boltan út af þarna. Mjög sterkur varnarleikur hjá Keflavík. Það eru mjög duglegir að vera með hendurnar uppi, trufla allar sendingar og trufla dribblið og fá Njarðvíkurstelpur til að snúa sér. Sekúndur skotklukku. Þarna rann skotklukkan út af sem Njarðvík með að skjóta. Vel spila hérna hjá Keflavík. Það er hún Katla Rún sem skorar. Hún var galopinn inn í teig. Það var engin Njarðvíkurstelpa kominn tilbaka til dekkana og hún fekk bara auðvitað layup. Þriggjastaðskot metið fyrir utan. Það fer í spjaldið. Keflavík með frákastinu. Telmason á enninu frákasti. Keflavík stelpur bara skynsamar áfram. Greinilega mjög gott leikplan hjá þeim. Og Katla Rún með þriggjastaðakörfu. Staðan orðin 3:30. Stólinn bolti af Keflavík. Að Katla náði ekki að klára þetta. Njarðvík klippur flex. Það verður stór óákveðnir í því hvað þeir ætla að gera. Og Keflavík á þennan bolta. Þannig kemur Telma út af. Og Lilja Ösp Þorsteinsdóttir kemur inn á hennar stað. Elva með þriggjastaðskot, það er stutt. Katla, góð baráttu hana. Njarðvíkurstelpur hendur sér í gólfið. Það þurfa að gera meira af þessu, bara skutla sér á boltana, grimmar ákveðnar. Vel gert þarna. Björk með góða baráttu. Hún þarf að sjá meira af þessu hjá Njarðvík. Henda sér á boltana og berjast fyrir öllu. Bara alls ekki gefast upp. Þarna var Tinna galopinn eftir engastið en Katla reyndi að henda honum inn í teiginn í stæðin. Elva með frábæra hreyfingu. Og vill á Elvu. Hún náði ekki að klára layupið.
Erna tók frákastið og Elva aðeins og grimm þetta. Keflavík aðeins að létta á pressunni. Jón Guðmunds sagði stelpunum öðrum en þeim sem verður að dekka boltann að bakka bara. Fín hreyfingarni og Björk vantar Samherja til að gefa á. Það er þetta svo Nása nær ekki setja skoti. Sókn á frákastið Njarðvíkur. Það er meiri barátt í þeim núna. Það eru aðeins grimmari. Það gerir leikinn bara betri. Indiana slær boltan út af og Rúnar Birgir reymir skóðþöng sinn mikilli nákvæmni. Njarðvík með innkastið. Opið þristur, þeim er ekki gengið að setja en þessi fyrir spjaldið honni. Ég er ekki frá því, hún hafi ekki kallað spjaldið en honni fór hann og það er einu sem skiptir máli. Ása þú kom með 4 stig. Það þurfa smá heppni. Kannski er þetta vona glæta fyrir það. Fín vörð hana og dæmt skref á Lilju. Það er góð vörn hjá Njarðvík. Sendingin allt og lind. Það verða að vera að setja meiri kraft í sendingarna. Meiri styrk í þetta. Gott skrín þarna á opnum velli og henni tryggist það skoti en það vill ekki. Þegar Keflavík er að pressa svona stíft, hlaupi allar sendingalínur og svona, þá verða sendingarnar að vera miklu sterkari. Það er ekki hægt að henda boltana bara í áttina að Samherja og treysta og hann grípir boltan. Það þarf að skila sendingun alla leið. Góð verðan í Elvu. Ég er ekki viss að Rúnar Birgir hafi verið viss rétt unna þarna því Elva sló boltan í Njarðvíkurstelpuna. Þetta á að vera Keflavíkurbolti. Þeir leiðrétta þetta, vel gert. Leikhlé Njarðvík. Við erum fann að sjá svona smá baráttu í Njarðvíkurliðinu og vonandi fáum við bara meira af því. Það þurfa bara að vera tilbúin að berjast fyrir öllu sínu. Með ekki horfa og mikið á töfluna og hversu mikill munurinn er, heldur þurfa að einbeita sér af því að spila körfuboltaleikinn til þess að vera betri. Þeirra markmið ætti að vera frá þessu punkti að bara gera betur. Staðan er 0-0 í þeirra huga. Lárus Ingi að reyna að finna leiðir í gegnum vörn Keflavíkur. Keflavík á boltan á einu endalínu. Njarðvík ætlar aðeins að pressa. Björk mætti Elvu þarna. Fínasta vörn hjá Njarðvík. Það eru virkar þarna og Keflavík bara hendir boltan frá sér. Fínasta skot þarna sem vill ekki niður. Erna gerir vel, hún nær sóknarfrákastinu. Svo óákveðni hjá Njarðvík. Frábærlega gert þarna Ásu.
Hún hljóp Tinnu uppi, hljóp bara beint inn í boltan og hirti hann. Dæmdi uppkast og þá er það Njarðvíkurbolti. Erna kemur út á Snjólaug inn hjá Njarðvík. Frábær vörn hjá Elvu. Hún er virkilega aktív. Setur mikla pressu á boltan og heldur manni fyrir fram að sig. Hún er ekki mikið að missa sinn mann fram hjá sér. Björk óheppið hann, misti boltinn í gegnum hendunar á sér. Svankvít hann einu auðgjörn undir körfunni, náði ekki að setja niður. Njarðvík náði svo varnarfrákastinu og sækja. Sekundur skotlíku. Ása sækir að krafti og sækir villu. 1 sekúndu eftir. Þetta er það sem þau þurfa að gera meira. Það þurfa að sækja af krafti. Það er með ekki verið hrættar þegar að dribla á körfuna. Elva Falsdóttir er komið 6 stóln á bolta hérna í fyrri hálfleik og 2 mínútur eftir. Keflavíkur liðið í heild með 13 stóln á bolta. Ása klikkar úr seinna vítinu. Keflavíkur á boltan. Njarðvíkur stelpur eru með 16 tapaða bolta. 13 af þeim hafa verið stólnir af Keflavík. Fín boltaprestaðan hjá Njarðvík. Það þurfa að gera meira af þessu. Meiri kraftur. 1:48 eftir að fyrri hálfleik. 7:30 fyrir Keflavík. Það keyrði munin upp strax í byrjun. Svo hefur þetta aðeins jafnast. Þarna opnaðist vörnin. 2 auðvelstig hjá Keflavík. Það er að taka smá áhættu í sendingum oft. Þarna var Ása galopin. Fín boltarhreyfing og fín hreyfing án bolta líka við Keflavík. Þannig tvígrip. Hárrétt í Halldóri. Elva fann ekki sendinguna strax og var eitthvað óákveðið með boltan. En eitt tapaði boltinn hjá Njarðvík. Sterk hreyfing hjá Kötlu. Og villa á á Snjólaugu. Keflavíkurliðið er með 13 leikmenn á skýrslu. Katla er 13. leikmaðurinn og birtistu ekki í tölfræðinni, ekki í live statinu. Hann kemur inn eftir leik. Hún er eins og búin að vera mjög dugleg hérna og væntanlega með einhver 6-8 stig. Það er vel leyst þarna hjá Björk. Ágætis hreyfing þarna. Fyrst í Ásu og svo hjá Snjólaugu, en það vildi ekki vona í boltinn. Tókst ekki að klára þetta. Góð barátta. Njarðvíkurliðið er svona aðeins virkara. Það mistu smá trúna hann í fyrsta leikluta. Hætti að berjast. En hún er aðeins búin að finna kraftinn aftur. Og er ekki alveg að láta hlaupa yfir sig. Þarna voru þær hins vegar óheppnar. Snjólaug lenti smá vandræðan þegar hún var í frákastinu. Misti boltan
eða steig út af. Þá fær Keflavík boltann. Og opnaðist galbuskot fyrir Sandvíti sem hitti ekki. Og svo Katla með þriggjastaðskot. Og stutt. Annað eftir Elva og Sandvít í baráttunum boltan og Keflavík á þetta uppkast. Þeir geta spilað út leiklutan. Það lítur dálítið út eins og það ætli hins vegar að skora bara strax. Vilja skora eins hratt og það mögulega geta. Þessi bolt ekki ofan í. Vel gert hjá Björk sem sækir á þær. Alla leið, nei. Hún hætti við og tekur boltan út 8 sekúndur eftir. 5, 4. Boltinn endi á Björk. Langt þriggjastaðskot, aðeins stutt. Þarna voru það sjálfum sér verst. Það voru allar í kringum boltan og það var ekkert pláss til að gera neitt. Það er enduð með langt þriggjastaðskot. Staðan í hálfleik 7:34 fyrir Keflavík og við komum hérna tilbaka rétt áður en seinni hálfleikur byrjar. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðinn tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni, Ármúla 26. Sísí, þetta er að koma hjá strafnum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman þríleiksins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars.
Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6? And I swear this is true, and I owe it all to you. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á I og flakkaðu aftur í tíman. Síminn. Jæja, þá er seinni hálfleikur að fara að hefjast hérna í Ásgarði. Keflavíkur leiða sem fyrr 34-7 og hafa verið miklu með betri allan leikinn, mikil barátta, frábær vörn hjá þeim og Njarðvík hefur ekki tekist að finna lausn á þessu. Vonandi breytist það eitthvað í seinni hálfleik, þannig að við fáum aðeins meiri leik. En hins vegar kom svona aukinn barátta í Njarðvíkurliðið svona þegar leið á annan leik þetta og það er til eftirbreytni og vonum að það haldi áfram. Hjá Keflavík er það sem fyrir Thelma Dís Ágústsdóttir sem er stigahæst með 10 stig með 4 fráköst og 2 stolna bolta. Svanhvít Ósk Snorradóttir með 6 stig, 3 fráköst, 3 stoðsendingar. Emilía Ósk Gunnarsdóttir 5 stig, Elva Falsdóttir 3 stig, 3 fráköst, 2 stoðsendingar og 6 stolna bolta. Njarðvík hendur boltan frá sér strax í byrjun, 7. stolni boltin hjá Elvu. Og villa á Njarðvík. Thelma sótt að krafta á körfunni, sterk hreyfing hjá henni. Hún er að gera mjög vel þegar hún fær boltan í teig. Gríðarlega sterk hana, Njarðvík stelpur ráða illa við hana. Hjá Njarðvík er það Ása Böðarsdóttir með 5 stig og Karin Ósk Smáradóttir 2 stig. Þetta eru stigin þeirra. Þarna skoraði Svanhvít. Sett 8. stig. Vel gert þarna. Björk fann Karin undir körnun. Karin náði ekki klára þetta. Þetta er hins vegar vel gert. Það þurfa að gera meira af þessu. Boltinn fyrir ekki alltaf niður. En það er verið að gefa sér tækifæri á því að minnka munin eitthvað. Fínt spil hjá Keflavík og þær komast inn í teginn eins og að drekka vatn. Frábærlega klára hjá Emilíu. Sterk hreyfing. Komst á hægra höndina, auðvelt layup. Keflavík pressar að krafti sem fyrr. Björk kemst yfir miðju. Kemur boltanum á Ásu. Ása er smá vandræði með boltan. Þetta er góð boltapressa. 3 sekundur, 2. Ása náði að skjóta, hann fór í hringinn. En skotið hins vegar aðeins og stutt. Nei, ekki vildi það niður. Elva kemur upp með boltan fyrir Keflavík. Hlaupa mikið á dribble handoffi og boltaskrínum hana. Þetta er sterk hreyfing. Vel gert hjá Emilíu. Hún kemur sterk hérna inn í seinni hálfleik, sækir á körfuna og fær Villu og Heru. Fyrir að vítið og hann í. Bæði vítið niður hjá henni. Skilar svo vel. Elva hefur gert mjög vel í að halda aftur á Björku. Björk hefur verið í vandræðum. Þryggjast að skot spjaldið og út. Thelma með 1 frákastið.
Klaustrós hendur svo boltanum bara beint frá sér. Njarðvík hraðaupplið, menn þær ná ekki að klára. Þannig var Hera með minnimann á sér og það getur snúið sér við og lagt hann onni. En gerði það ekki. Telma kom að miklum krafti og sótt á görfuna. Skaut aðeins yfir hringinn. Telma gerði hins vegar vel, náði frákastinu og boltinn stein út. Keflavík á boltan á endalínu. Telma með góða gafpreyingu. Sækir á körfuna og fær villu. Frábær leikur hjá henni. Hún hefur nokkurn veginn sína hendi sem er þarna í kringum körfuna. Báðum með vallarins. Þarna kom með eina létta gafpreyingu og þá opnaðist bara allur tegurinn. Fyrir að víti fyrir hins var ekki niður hjá henni. Bæði vítin af. En hins var frábærlega gert hjá Emilíu sem sótti frákastið. Staðan 7:42. Keflavík byrjar seinni hálfleikinn rétt eins og þann fyrri. Áttundi stólinn bolti hjá Elfu. Hún er að gera frábærlega í vörninni. Og Emilía kom að gríðalegum krafti inn í seinni hálfleikinn. Með 5 stiga hálfleik, búinn að skora 6 stig núna á 2,5 mínútu. Þarna er 7. stigið. Þannig stigahæst hjá Keflavík núna með 12 stig. Skemmtilegan stíl á vítalínunni. Stendur svona daldið eins og Paul Pierce í byrjun en stígur svo fram þegar hún tekur skotið. Frábær hreyfingarna hjá Telmu. Hún kemst alltaf á körfunni en þessi vildi ekki niður. Eins og var hreyfingin algjörlega til fyrirmyndar. Góð vörn, Emilía. Elva frábærlega gert. Algjörlega til fyrirmyndar. Stólinn bolti en næri ekki valda á honum. Hendur honum út af. Hins var frábærlega gert hjá henni og þetta er, þó hún hefur stólið boltan og mistað strax aftur, þá hefur þetta ákveðin áhrif. Hún er bara grimmari og sýnir það. Það er bara, getur verið mjög erfitt fyrir þann sem hún er að dekka að vera með boltan. Ágætlega að spila hjá Njarðvík. Þarna komst Birta að körfunni. Njarðvík vildi fá villu en líklegast réttilega gertu dómun að dæma ekki. Það var lítil snerting þarna. Og Njarðvík á svo innkastið. Keflavíkur stelpur eru komnar með 19 stólnabolta, sem ég telst rétt til, og örugglega annað eins að deflections. Það er þegar varnarmaður nær að koma hönd í boltan, þannig að hann skilir sér ekki rétta leið á hans þó að stela boltanum. 3 starfskot, ekki villa niður. Þá er hún Snjólaug. Þessi leit vel út og að gera skjóta ef þú ert opinn. En þær þurfa hins vegar að fókusera dálítið að þá komast að körfuna og brjóta niður vörnina. Jón Guðmunds þjálfari Keflavíkur stýrir vörninni hjá þeim, mikill röggsemi. Elva með boltan fyrir Keflavík. Það spila saman hún og Telma og frábærlega gert. Feikuði handoffið þarna. Þá opnaðist miðjan. Telma labbaði bara körfunni. En það verið mislaðar hendur núna síðustu 2 mínútur. Ekki gengið að klára þessu færi. Fín færi hins vegar sem hún er að búa til.
Ágætis leikflétta. Það ná ekki að klára sóknina. Þurfa að ná að klára fleiri sóknum með skoti. Frábær hreyfing. Þarna kom þetta hjá Thelmu. Frábær hreyfing. Fann jafnvægið. Sneri sig við. Sett hann og nýja miklu öryggi. Sterk boltapressa. Ágætlega list hins vegar. Þryggjasta skot frá Birtu. Það er aðeins og sterkt. Frábær hreyfing hjá Emilíu. Frábær á opnu velli. Frábær á dribblinu. Það er bara verið að spila virkilega vel. Komið 14 stig. Ása kemur upp með boltan. Sterk boltapressa hins vegar. Einu sem áður. Þarna kom hreyfing á bolta. Kom móti boltanum. Þeir hafa verið mjög duglegir að færa sig frá boltanum. Þarna kötta hann beint á boltanum og réttilega dæmt villa á Svanhvíti. Það er hún Snjólaug sem fer á vítalínuna. Bæði vítin af. Fín verðan er Svanhvíti. Hún Snjólaug fyrir gefið. Thelma náði boltanum. En Njarðvíkurstelpur náðu að grípa boltan á sama tíma. Dæmt uppkast. Það er Keflavíkurbolti. Daniela sækir á körfuna, missir boltan frá sér og brýtur svo af sér. Það eru 30 eftir að þriðja leikluta sig. Katla með flotta boltapressu þarna. Og svo virðist ekki skipta máli hver hjá Keflavík kemur inn á. Þær geta allar að spila vörn og gera það vel sem einstaklingur og sem lið. Emilía með flotta vörnina, hendurnar upp allan tíman. Heyrði svo frákast á Finnu Thelmu. Thelma fyrst fram, vel klára í hann. Vel gert í Emilíu líka, hún var snögg að koma boltan upp völlin. Thelma hljópar með og var svo opinn. Vill að enda á Indíönu, hljóp fyrir Snjólaugu. Emilía og Thelma hafa skorað rúmlega helming stiga Keflavíkur, með 14 stig hvor. Báða leiki frábælega. Ég er að miskildi eitthvað skotklukuna. Væntanlega haldi að vera 1 sekúnda eftir og þurfti að skjóta en það voru 7 klukkunni. Skotið ekki gott. Birta eins og verið barðum boltan, náði ekki bjargunum. En ágætis barða þó. Þetta er það sem Njarðvík þarf að gera. Að reyna við alla bolta. Berjast í vörninni. Góður hreyfing hérna hjá Kötlu. Hún nær ekki að klára. Njarðvík sækir hratt, svona á að gera það. Ekki villa niður. Vel gert þarna, Katla finnur Thelmu rúlandi gegnum tegin. Thelma er bara á sterk þarna.
Fær villu á Ásu og komin á vítalínuna einu sinni sem oftar. Fyrsta vítið hennar í leiknum sem fer niður. 15. stigið. Seinna vítið af. Þessi 1 víti af 5 hafa farið niður. Keflavík náði sókn af frákastunum og halda áfram. Katla með 3 stigskot, það fyll ekki niður. Góð barátta hérna í Njarðvík. Ása hljóp inn í frákastið. Hirti þetta. Kemur upp með boltan. Björk stillir upp. Ása með sterkt ræfin. Var komin aðeins svo djúft. Brýtur svo á Indíunu. 3. villan á Ásu. Það var komið bónus. 30 sekúndur eftir, 7:50. Keflaði ekki vel. Ása sest á bekkinn. Hvorugt vítið fyrir niður. Það er ekki með ágætt skot. Þeim hefur gengið illa að nýta þessi betri færi sem hann fengið. Vel gert við Kötlu þarna, kemst inn í teig. Nær ekki að klára, þetta var hins vegar mjög góð hreyfing hjá henni. Sneri varnarmenn af sér og komst bara inn í miðjan teiginn. En ekki vildi bolti niður. Vel gert við Telmu, hún var opnast undir görn, náði ekki að setja bolta niður. Tók bara eigið frákast og skoraði. Staðan 7:52. Telma er stigahæst á Keflavík með 17 stig, Emilía 14, Lovísa 7. Fyrirgefið ekki Lovísa, það er Katla sem er 7 stig, Svangvít 8 og Elva og Kristrós 3 hvor. Hjá Njarðvíkara sem fyrr Ása með 5 stig og Karen 2 stig. Byrjum við fjórða leiklutan. Það er út Telma Dís með 17 stig, 12 fráköst hjá Keflavík. Verið virkilega góð. 2 stolna bolta til viðbútar. Emilía Ósk, 14 stig, 3 fráköst, 3 stóðsendingar, 2 stolni boltar. Og Elva Falsdóttir, verið alveg frábær. Sést kannski ekki í stigaskori með 3 stig. En hún hefði með 9 stolna bolta, 4 fráköst, 3 stóðsendingar.
Það ekki tölfræði sem sést á hvernig degi. Keflavíkurliðið sterkar í öllum tölfræði þáttum leiksins. Það eru konum með 39 fráköst, það eru 19 sóknarfráköst. Meðan Njarðvíkurliðið með 19 fráköst í það heila. Þannig skotið vel af Indíönu. Njarðvík sækir, réttilega dæmt villa Indíönu. Það eru ekki smá vendrar með að koma boltanum inn. Björk kemur hins vegar að sækja boltan. Ása sækir á körfuna. Góð hreyfing. Réttilega dæmt villa á Indíönu þannig. Ása kemst á vítalínuna. Það var nokkuð langt síðan Njarðvík hefur skorað. Settu 4 stig snemma í öðrum leikluta og ekkert komið síðan þá. Svo nú vona Ása setja nú seinna vítið. Seinna vitið niður. Nú kom að því. Og Njarðvík ætlar að pressa, 2-1 pressa. Þarna Telma enn og aftur. Nær sóknar frákasti. Brota hann undir körfunni. Fjórða villan á Snjólaugu. Hjá Njarðvík. Telma svo að koma út af. Takist henni að hitt úr seinna vitinu. Fyrra viti niður. Bæði viti niður. Þá kemur Telma út af líklegast í síðast skipti í þessum leik. Frábær leikur hjá henni. 19 stig, 13 fráköst. Björk sækir hann á körfuna. Tekur svona eiginlega fade away floater. Það mjög erfitt skot. Ilja leitar að opna á vörninni. Fann ekkert. Vel gert þannig Ásu. Hún hljópar inn í sendinguna. Klárar svo layupið. Ása kom með 8 stig hjá Njarðvík. Það pressa 2-1. Svolítið mikið opið þannig fyrir aftan vörninni á Njarðvík. Þeir ná að bjarga sér. Þeir eru aktífur núna. Ása sækir hratt fram. Halldór Geir dæmir óþrjóttamennsla villu á Lilju. Það leit kannski verið út en það var. Hann ákvað að dæma óþrjóttamennsla villu. Fannst það full mikill kraftur hérna. Þannig að það eru 2 víti og boltinn aftur. Ása fær séns á að skora 9. og 10. stigið sitt. Fyrir að víti niður. Klikkar og setna. Ásar eins og í þryggjastarskot, það gengur ekki. Keflavík sækir hratt. Emilía með boltan. En dettur. Missir boltan frá sér. Ása pikkar hann upp. Björk kemur svo sækir boltan og stillir upp sókni. Fín hreyfing þarna. Snjólaug hittir ekki að nær sóknarfrákastinu.
Langt tveggjast það skot hjá þessu. Það fer ekki. Keflavík á boltan. Langur tvistur hjá Lovísu Ósk Gunnarsdóttur. Karin sækir á körfuna, verður að skjóta. Það er greinlega ekki alveg meðvituð hvað mikið eftir á skotklukkunni. Það hefði þurft að skjóta þarna. Skotklukkan rann hins vegar út og Keflavík á boltann. Emilía með frábæra hreyfingu. Ræðist á pressuvörnina. Fer upp með hliðarlínu á móti 2-1 pressu og það telst allavega jafnan varasamt. En leysti það vel, kosti allavega á körfuna og sett hann onni. Það er auðvitað skot hjá Ásu. Hleypur hann í 3 varnarmenn hjá Keflavík. Það fær ekkert fyrir sinn snúð. Vel gert hjá Ásu. Það er slag með hendi í boltan. Keflavík var hans 3 sekúndur boltanum yfir miðju. Þær gera það. En hins vegar missa boltan út af. Góð gafbrengja Ásu. Kemur sér í tveggjastæða skot. Aðeins stutt. Björk hann með góða vörn. Skutlar sér á boltan. Keflavík nær boltanum aftur. Svo villa í pressunni Njarðvík. Það var hún Karin sem braut á sér. Emilía sækir. Búin að vera virkilega góð í þessum leik. Þryggjast á skot. Emilía tekur frákastið. Nei, fyrirgefið. Það var Lilja sem tók frákastið. Grimm bolt að pressa á Keflavík einu sem oftar en skref á Lilju þarna var aðeins og áköf. Réttilega dæmt hjá Halldóri. Þar voru hins vegar 3 á móti 1 og hefðu getað fengið eitthvað auðvelt. Kemur Erna inn á. Erna Freydís Traustadóttir inn á hjá Njarðvík. Björk. Fínar hreyfingun, nær ekki að klára. Karin nær frákastinu. Ása með þryggjastæða skot sem vill ekki. Góð barátta þarna hjá Ernu. Mikil barátta. Emilía endar með boltan. Það eru 2 frammi Keflavíkurstelpur. En Alexandra sá það ekki. Og Lovísa og Tinna voru galotnar hana og hefðu fengið auðvelt layup. Erfið hreyfingi Ásum sem nær ekki að klára. Emilía sækir fram með miklum krafti. Villa á Ásu, þetta er 4. villan hennar. Emilía fer á vítalínuna. Emilía átt mjög góðan leik. Kom með 16 stig, 3 frákast, 4 stóðsendingar. Fyrra vítið er af. Seinna vítið niður, staðan 11:59 fyrir Keflavík, 3 mínútur eftir.
Björk kemur upp með boltan fyrir Njarðvík. Finnur Birtu sem setur langað fyrst. Það var vel spilað hjá Njarðvík. Það er pressa 2-1. Emilía stígur út af. Þryggjast það skot frá þessu, það vill ekki. Emilía tekur frákastið. Keflavík leita færis. Vildi eftir Lóðis og sækjar á körfuna. Finnur ekki hringinn alveg. Góð gabbrengan hjá sig. Sækjar á körfuna. Var ekki langt fyrir að setja boltan onni en vill á Emilíu. Það er réttilega dæmt. Emilía steig þarna inn í Ásu í dræfinu. Ása gerði vel að ná skoti. Var ekki langt fyrir að setja onni. Þeirra víti fyrir niður. Ása kom með 10 stig. Bæði viti niður, vel gert hjá sig, 11 stig. 11 á 14 stigum Njarðvíkur. 11 á 15 stigum fyrir Gíði. Stólinn bolti á Njarðvík. Það kom bónus. Karin að fara á vítalína. Að séð Keflavíkurstelpum það til hrós að leikplani þeirra gekk fullkomlega upp. Þær mættu af miklum krafti í leikinn strax frá fyrstu mínútu. Pressuðu stíft, sköpuðu marga tapaða bolta hjá Njarðvík, nýttu sér að vel. Telma byrjaði leikinn frábærlega, var með 10 stig í fyrsta leikhluta og Njarðvík hefur aldrei fundið taktinn og það er fyrst og fremst sterkri Keflavíkurvörn að þakka. Eða kenna, fyrir eftir í hvorum megin þú ert. Þryggjast það skot hjá Ásu, það veit ekki, Erna nær frákasti. Reynir skot sjálf en það er úr stutt og svo er villa á Birtu. Keflavíkurboltan 1 mínúta og 28 sekúndur eftir að leik. Njarðvík að leysa pressuna. Fallir hreyfing hjá sig. Boltinn rúlar upp úr. Það var hins vegar Karin á frákastinu og ásátti í skot en það fór ekki niður. 50 sekúndur eftir. Ágætlega að spila á Keflavík en Lóðsson er ekki að klára þetta. Karin opinn undir körfunni en boltinn skilaði sér ekki alla leið. Tinna gerði vel í því að koma höndinni fyrir og slá boltan út af. Njarðvík með boltan, þryggjast skot hjá Ásu, það stutt. Vel gekk hins vegar hérna hjá Karin sem náði frákastinu. Það var réttalegt vill á Lilju undir körfunni, hún greip utan hana. Það var nokkuð ljóst hvert
hvort liðið hampar bikarnum í þessum leik. Keflavík 59, Njarðvík 16. Það hins vegar 3 aðri leikir í dag. Klukkan 12 ára Njarðvík Breiðablik í 10. flokki karla. Klukkan 2 í stúlknaflokki mætast Haukar og Breiðablik. Og klukkan 4 lokaleikur þessar helgar ára KR Stjarnan. Við sjáum, við fáum alla þá leiki í beinni útsendingu hérna. Góð barátta hérna hjá Björk. Hún hins vegar ekki alveg að bjarga boltanum. Sló hann inn á, en og svo aðeins og snögg að koma með boltan aftur með annan fótinn út af. Lilja aðeins og sterk í skotinu þarna. Birta sækir hratt fram, það er hann að skoti ára en skotklukkan, ára leikklukkan rennur. Þá er komið Keflavík, bikarmeistarar í 9. flokki kvenna 2013 eftir öruggan sannfærandi sigur á Njarðvík 59-16. Njarðvíkurstúlkur búin að óska Keflavík til hamingju með öruggan sigur og þakka áhorfendum sínum fyrir stuðninginn. Njarðvíkur áhorfendur voru mjög jákvæðir allan leikinn og klöppuðu fyrir sínum stelpum og hvöttu þær áfram og það er bara jákvætt og jafn leikur en duttu aldrei í neina neikvæðni og það er vel gert. Ef við förum yfir svona helstu tölfræðina þá hjá Keflavík, Thelma Dís Ágústsdóttir 19 stig, 13 fráköst. Emilía Ósk Gunnarsdóttir 17 stig, 8 fráköst, 4 stoðsendingar. Svangvít Ósk Snorradóttir 8 stig, 4 fráköst, 3 stoðsendingar. Elva Fallsdóttir 3 stig, 4 fráköst, 3 stoðsendingar. 9 stolni boltar. Hún fekk ekki tækifæri til þess að ná þeim 10. Það tekin út af áður en það gerist. Kristrós Björk Jóhannesdóttir 3 stig og Lovísa Ósk Gunnarsdóttir 2 stig, 2 fráköst og Katla Rún Garðarsdóttir er í nokkuð vissum að hafi verið með 7 stig en hún kemur ekki fram á prentinu sem er fyrir frammi. Við sjáum hins vegar á netinu að leikurinn kemur inn á tölfræði við KKÍ. Hjá Njarðvík var það Ása Böðvarsdóttir Taylor sem var yfirbörumanneskja með 11 stig, 6 stolna bolta og 2 varin skot. Karin Rós Smáradóttir 3 stig, 5 fráköst, það er 4 sóknar með inn og Birta Rún Ármannsdóttir 2 stig, 3 fráköst. Snjólaug Östbjörnsdóttir skoraði ekki en tók 7 fráköst og Björk Gunnarsdóttir 2 fráköst, 2 stoðsendingar. Hennar beið erfitt hlutverk að reyna að stýra leik Njarðvíkurstúlkna og gerði það svo sem ágætlega en valkostin voru ofta tíðum fáir og vörn Keflavíkur líklegast allt og sterk. Þá fá Keflavíkingar sín verðlaun.
á verðlaunarpinningana fyrst. Liðið skipaði Daníelu Líf Jónsdóttur, Elvu Falsdóttur, Tinnu Björg Gunnarsdóttur, Svangviti Ósk Snorradóttur, Lilju Ösp Þorsteinsdóttur, Kristrós Björg Jónsdóttur, Thelma Dís Ágústsdóttir, Emilía Ósk Gunnarsdóttir, Alexandra Líf Árnadóttir, Indiana Dís Ástórsdóttir, Lovísa Ósk Davíðsdóttir, Lovísa Ósk Gunnarsdóttir og Katla Rún Garðarsdóttir. Þjálfari liðsins er Jón Guðmundsson. Hannes Sigurbjörn Jónsson, formaður KKÍ og Guðbjörg Norðfjörð, varaformaður, afhenda verðlaunin. Er búið að afhenda verðlaunapenningana og það er Thelma Dís Ágústsdóttir sem fær verðlaun fyrir að vera maður leiksins. Eins og áður segir 19 stig, 13 fráköst, 2 stolnir boltar, frábær leikur hjá henni og þessu skila hún 18 mínútum rúmum, 8-12 í tveggjastaðskotum, 3 úr sviðvítum. Nú fá Keflavíkurstúlkur bikarinn sinn. Til hamingju Keflavík! Og við þökkum fyrir okkur. Minnum á næsta leik klukkan 12, 10. flokkur karla, Njarðvík, Breiðablik. Hey,